að gera stoppa bílana, leggja út í kant og taka sér 2 tíma pásu frá akstri. Já, ég var að fá tölvupost fjölskyldu hérna upp í Grái. Það var búið að klæða krakkana í sparifatnaðinn og allir sesti við útvarpið. Þetta svona helgistund hérna frá 4 til 6 með þetta kósi. Já, þetta kallaði svona úlfatími hjá fjölskyldum. Já. Ég kannast nú við það, sko. Þá þetta þessi tími milli 4 og 7 á daginn hjá foreldrum oft svolítið svona strempin, sko. Það verið að koma úr vinnu og sækja krakka á leikskóla og það verið að koma heim og tæma nestisboxið og undirbúa matinn og það þarf að baða og hendi 1 og 2 vélar. Eitthvað sem ég kannast ekki við, en trúið þér. Já, en trúið mér. Þú ættir að prófa einhvern tímann að koma heim til mín. Þess vegna svo þægilegt þegar ég sagði við frúna maður, heyrðu, ég off alla 3 daga. Þá þarfst þú bara að sjá þetta gjörsamlega sjálf. Já, getur bara hendið þína vél, gamla geit, sko. Þannig að þetta úlfatími og þá að gera að tilla sig niður með börnunum. Já. Þetta nú kannski ekki beint barnaþáttur. Nei, svona, þetta er nú ekki grófu þáttur. Það bara air muffins þegar við fyrir að tala eitthvað dónalegt, sko. Já, og setur fólk bara svona eyrnalhifar á krakkana. Já, og það hægt að skreita piparkökur eða baka sörur. Já. Bakar þú fyrir jólin? Ég? Nei. En ég skreiti fyrir jólin, ég ekkert að ljúga því. Ég er alveg svona jólabarn í mér og mér gaman að skreita. Þannig ég ætla að skreita þess heima núna. Það samt eitthvað svo ógeðslega dapurt að búa einn og skreita. Af hverju? Ég bara einn í myrkrinu að því ég bý einn. Hvað ekki ljós? Ég bý ekki eins og neitt, Sverrir er þarna líka. Já, 2 fullorðnir karlmenn að skreita. Hvað er það því? Hvað er það því? Heyrðu, Svessi, þú verður að koma snemma heim úr vinninni, við erum að fara að búa til músastiga. Nei, ok, sem sagt að því ég hef ekki konabödd, er þá bara glataði mér að skreita íbúðuna mína. Já. Af hverju? Það er bara út í hött. Nei, þetta segja allir sem að búa þarna, það er fullt af fólki að lusta á þátti núna, fullt af kannski strákur sem búa einir, þegar þeir bara sitja í myrkrunum þegar að koma jóla því að þeir eru ekki svo heppnir að kærast það. Ok, það myndi kannski ekki drepa ykkur að kveikja einu kerti, en come on, sko, þú ert ekkert að skreita, þú ert ekkert að setja ykkur á jólaseríur í gluggana, sko. Ég ætla bara að víst að skreita. Já, það er eitthvað svo plebbalegt. Já, þá er það bara plebbalegt. Einn bara, já, þá er ég búinn að skreita. Best að fá sér bara kakó. Já, kveikja á kerti. Heldur maður verður bara hálf þroska eftir að búa einn eða? Ég er bara einn búinn að skreita, maður jólaserían alveg frábær. Ég tala ekkert í sjálfa mig þó ég segi. Ég bjó einn dag, ég var ekkert eitthvað að tala við sjálfa mig. Ég hugsa reyndar, þú veist, mikið. Alltaf eitthvað að hugsa. Já, þá kannski meira svona ég hugsa, já, þá er ég búinn að skreita. Já, en ef ég myndi búa einn, þá myndi ég aldrei skreita. Nei, þú reynda getur aldrei verið einn og hefur aldrei getað. Nei. Alltaf að kona er til útlanda, þá þarf að Johnningi eða einhver að vera mættur heimtíðin og bara helst búa heima þér. Þú var hrættu við að vera einn. Ég nenni ég bara ekki. Nei, og það má. Já. Það er alltaf verið að segja, sko, svona sálfræðingar og alls konar svona gæri eitthvað. Já, það er nú bara hverju manni holdt að vera einn. Akkur er það holdt? Nei, bara holdt, vera einn með hugsunni sínum. Já, þú ætti bara að prófa, mér finnst það mjög gott. Nei, veistu það, ég held nefnilega bara það að þegar menn eru einir með hugsunni sínum, þá fara menn bara í síðan svartan frakka og bara með afsaga haglabissu í kringluna, sko. Nei, ég er ekki að þá fer það að hugsa mikið og hugsa í hringi og allt verður... Hvers konar hugsanir erst þú að bæla niður eiginlega, maður? Nei, ég er ekki að tala fyrir sjálfa mig, sko. Jú. Ég er bara að tala fyrir svona fólk sem er eitt, skilur. Já, þú vilt meina að það séu menn sem hafa verið of mikið einir og fengið að hugsa of mikið. Já. En herðu, við erum með spikfittan þátt í dag, hann kemur til okkar eftir hann Páll Óskar Hjálmtýnsson. Já, það er söngvari sem er búinn að gera það gott í gegnum tíðina. Hann er búinn að vera á toppnu núna í 20-30. Hvað er Páll Óskar? Ég þarf að spyrja hann það eftir. Hann var að halda upp á fertugsafmæli sitt í fyrra. Nei, það? Já, hann er á 50-aldri. Já, allavega, Páll Óskar kemur hann til okkar og það verður alltaf stuð að hitta hann. Við erum bæði að henda á hraðaspurningum og spyrja hann hinn og þessu ásamt því að hann frumflytur nýtt lag hérna í þættinum. Nú er það? Já, UNICEF-lagið með, þannig að það er alltaf gaman á Palla. Svo erum við hittakleðan og hittakleðin er rándir þessu sinni. Smekk. Já, við fengum hann Sigmund Ernir og við letum hann heyra það. Hann er ekki eins og ráðherra. Við reyndum að ringi fullt af ráðherrum. En það er allt vitlaust í ríkisstjórninni núna út af einhverju núbó-gaur. Já. Og þannig að við fengum ekki að tala um neitt ráðherra en við letum Sigmund Ernir heyra það í staðinn. Svo ringjum við pappa. Já. Þegar mamma svaraði ekki. Og svo erum við líka með dagsfélagin Honki fyrir horni og fengum sérstaklega leyfi frá Sigurjóni Kjartansinni til að fá að henda þér út í umferðinu eftir. Hvernig virkar hann? Þá þurftu sem sagt bara að lappa út og eftir, fara í umferðina og fólk á að honk ef þau sjá þig, sko. Ef þau sjá mig? Já. Þú veist, ef að fólk sér þig vera að lappa þarna, þú veist... Er þetta ekki flautaðið út graður, eða? Jó, þú veist, þetta heitir það, en Sigurjón
ég lofa hann að passa upp á það, þetta er ekki svona klám. Já, nei, þeir eru lítið fyrir það, hann er lítið fyrir það, ég veit það. Og hann skammaði mig daginn þegar hann var gestastjórnandi hérna, því þá var ég að segja, já, það eru greinilega margir graðir. Hann bara, nei, þetta gengur ekki út á það. Liðurinn heitir bara honki fyrir horni og hann lét mig heyra, þannig að þú mátt ekki tekja grætin í þetta. Okay. Þannig að það er spíkfeitu þáttu í okkur strákunum. Við byrjum á lagi sem heitir It Will Rain. Já, það er Jennifer Lopez. Hárrétt þér. Það er svo hún gerist best. Þetta er bróðurinnar, Bruno Mars. Þetta er mér að segja, þarna vorum við ekki einu svona þykja slæja, það er það mikil stemming að við erum að gera nákvæmlega það sama og Kalli Lú sagði mig fyrir fyrstu útsendinguna. Talaði brosandi því að þá finnur hlustandina sér gaman höfð. Já, ég verð að vikina, ég er skælbrósandi núna til dæmis. Já, ég líka. Og ég og það er gaman. Já, maður finnur að það er líka bara ef það er létt yfir manni. Já, ég veit það. Það er að koma jól og það er allir konir í stemmingu og reyndar ekki allir í stemmingu. Nei. Því að við sveppirum með hérna frétt sem að, vert er að ræða. Já, við sáum hann inn á divaf.is og þetta er náttúrulega sem sagt heimildi divaf en ekki okkar og þá er hún Manuela, hún hyggst kæran Gretarab fyrir persónunjósnir. Já. Ég reyndi nú bæði að fá númer hjá Manuelu og Gretari áður fyrir þennan þátt en það hefnaðist ekki. Gretar svaraði ekki og enginn sem að ég þekki með númerinn að Manuelu. Ok, en þau eru búin að skilja? Já, þau eru skilin og hún vildi sem sagt skilja við hann í Bretlandi og þó fram á helmingin af öllum hans eignum. Ok. Og það er sem sagt, það er mun svona grófari dómar í Bretlandi heldur en á Íslandi í svona skilnarmálum, Já. En hún fekk ekki jafn háa uppæð og hún vildi því að hann var búinn að ráða sér einhvern engaspæran Gretar. Já. Og það kom svo í ljós að sem sagt að hún var að halda við mann í húsi sem að Gretar leigði fyrir hann að núti. Var hún? Já, samkvæmt divaf, ég ætla ekki, og hérna stendur samkvæmt örugum heimildum divaf. En nú vill hún hins vegar kæra hann fyrir persónunjósnir en hún ætlar að gera það á Íslandi því að hún getur það ekki í Bretlandi. Hún er svona að leika sér með kerfið þar sem henni henda pínu svona. Já, ég skilji. Já. Þannig að hún er svona ljótikallin í þessu. Nei, alls ekki. Það er svolítið verið að mála hana þannig, ég tók eftir því á netinu og annað að það er svolítið verið að setja hana sem vonda gæð. Maður veit náttúrulega ekkert hvað gerðist, Nei, maður veit náttúrulega, maður veit ekkert, Nei, ég hittu í atvinnumönnum okkar, það voru bæði rosalega hamingjusum. Já, það er nú alltaf með svona pör, Já. Skilurðu? Maður hefur átt alveg, kunningja og vinn og allt og það er bara allt í blóma, svo bara kortir í setna, heyrðu, já, við erum að skilja. Maður bara, what? Akkurru? Já, það er búið að vera mjög slæmt undanfari ár. Maður bara, nei. Fólk nær að leina er þá bara svona velgreinlega. Já, en ámaður að vera bara, þú veist, maður kemur í matabóð og maður er bara, er allt í lægisverður? Nei, það er bara ekkert allt í góðu. Við hjónin erum bara kannski mögulega að fara að skilja. Við gerum ekki annað en að rífast og... Já, við erum með mismunandi áherslur á hvernig við alveg börnin og við komumst ekki að samkomulagi. Svo vil hún meina að ég ger ekkert heima hjá mér, svona ef ég fer að tengja minni í það sem ég þekki af ykkur Írisi þá verður það mjög eðlilegt. Já, ég er reyndar mjög duglur í þvottahúsinu. Já, ok, þú er búin að taka þá. En veist, maður segir aldrei svona. Nei, ég veit það. Og hvað er í forrétt? Bara, Já, það er allt í apaskíti á okkur Írisi, en hvað er að fara að borða þetta? Já, hvað er að frétta ykkur? Meiri segja þegar mér líður kannski ekkert allt og vel og þá er ekkert að tala ekkert eitthvað, líður ekkert illa, en kannski ekkert rest en eitthvað spyr mig, hvernig er það kallinn? Þá segir maður alltaf, ferskur, alltaf ferskur. Maður segir ekkert, ég hef verið betri. Nú, hvað er það? Ég veit það ekki. Mér bara líður ekkert allt og vel í dag. Já, þá ertu líka búin að setja gæjan sem spurði þig í mjög óþægilega stöðu af því að eina sem hann vill heyra er bara ég er góður, af því að þá er hann alltaf já ok, mér er skít sama ég var bara að spurja þig hvort þú verður ekki góður. Þetta var bara svona kurteisi hjal hvort það verður ekki alltaf góð í. En hvað með þetta mál samt þau voru ekki lengi saman, Gretar og Manuela. Eiga reyndar batt saman, sem gerir þetta leiðilegra. Og ég veit ekki, er ekki svolítið hart að fara fram á, þú ert búin að þekkja manneski í tvö góð árið eitthvað, að fara fram á helmingin öllu sem er búin að þjána og sem er þjánar í framtíðin. Hvað er hún búin að vera að gera þarna úti? Hún er búin að vera að sjá heimilið, þegar ég var að úti hjá þeim og þá var að bjó ammennar á efstu hæð hjá þeim. Og Manuel og ammennar voru bara svona held ég að dutta í íbúðinu og svo var hún nú einhverju fastegnabraski þegar ég var þarna líka. Ég veit ekki hvernig það allt saman fór. Nei. En ég held hún að það var ekkert... En það er hann svona sem er að þjána þessa seðla? Já, allavega meðan hún var með honum. Já. Og þá var hann náttúrulega atvinnumæri fótbolta og verið á þrjusu launum, En ég veit svo sem ekki...
Við þurfum eiginlega að ná að hringi hérna einhvern tímann, sko. Já. Það væri gaman að ræða þetta við hana. En það er samt svona, það er smá skítalitt að þessu öllu saman. Já, en það er ljónhart að ráða einkaspæjara, sko. Já, Gretar var ekkert að tvína hún eftir við þetta, sko. Bara einhver gæi sem að fylgjast með. Hvernig veit hún það? Hvað segir það? Það eru myndir hérna á djöða sem að náði, sko. Já. Þannig og skjölum einkaspæjara. Já. Þannig að þetta er leiðindamál og við höfum kannski bara að leyfa þeim að útkláta þetta ekki. Já. Fyrst að við náðum ekki á þeim, ég vilja hringi í þau. En svona er þetta, það er ekki á allt kosið í þessu. Manuela og Gretar Arna skilja og Manuela, hún vildi meira. Jæja, herðu. Við höldum áfram með góða tónlist hér á FM 957. Þetta eru Kanye West og vinnu minn leikarinn Kanye West. Nei, hvað heitir þinn? Leave your ass for a white girl. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. Let me hear that, Pat. Já, þetta er lagið Gold Digger og já, það er spikfeitur þáttur framöndan í okkur Sveppa, hann er rétt og mættur innan Páll Óskar, hann er mættur í hús. Hann er komin í hús? Já. Paul Oscar is in the house. Is in the building og það er ýmislegt sem við Sveppa ætlum að ræða við hann ásamt því að henda honum í hraðaspurningar. Við vorum jafnvel að spája að reyna að hringja líka Jónínu Ben á eftir því að hún er að hóta að flýja land út af ríkisstjórninni og við komum líka aðeins inn á það í hitaklefanum sem er hérna á eftir. Hárrétt hjá þér. Svo er Honk if you're horny, þannig að það er nóg framöndan hjá okkur Sveppa Link. Já, við ætlum að hringja líka í tjekkum á Jón Áspjörs líka. Já, þurfum aðeins að stríða honum. Það er okkur mál. Já, sem að ég veit að hann verður ekki ánægð með en var sérstaklega ánægðilegt fyrir þig. Já, höfum ég það á eftir maður. En ég var að lesa hérna Sveppi, það er komið eitthvað að stendur mér þess að we have a breakthrough study in the field of sex on mind. Ok, hvað er hérna, það er að sé komið svona einhver tímamóta könnunum, hversu mikið fólk er með kynlíf á heilanum. Já. Það var talað að karlmenn hugsuðu kynlíf á 7 sekúndna fresti. Og það hefur alltaf verið talað um það sem að mér fannst þetta alltaf bara algjört bull. Já. Þú veist, það hugsaði enginn, vá, 7 sekúndur, það eru 7 sekúndur sem ég byrja að tala um þessa frétt. Þú veist, það hugsaði kynlíf þá aftur núna. Er þetta kannski að því að tala um þetta? Já, ekki, ég var ekki, ég veist, það fyrir eftir, já, ég veit ekki. Já, ok, en allavega núna, samkvæmt nýjustu rannsóknum, þá hugsa karlmenn kynlíf 19 sinnum á dag, sem að skiptist niður í einu sinni á hverjum 50 mínútum. Það er nú svona líklega, eða ekki? Jú. Hvað heldur þú hugsar oft kynlíf á dag? Ég hugsa mjög mikið kynlíf. Já, það máli. Já, það fyrir eftir. Það er fallegt. Það ljómaði mjög reyndar illa. En þetta er sko, stundum... Alls eitthvað þetta hefur mér algjör Sveppi. Ég hugsa mjög mikið kynlíf. Ég hugsa mjög mikið kynlíf. Já, ok, já. Nei, það er sko, mér er svo aðstæðlega svona kannanir. Já. Að því að sko... Það er ekki hægt að segja. Nei, að því að stundum hugsaður kynlíf kannski bara í 1 sekúndu. 1 sekúndu? Nei, bara svona, eða skilur þau? Ég var til í, nei. Ok, búið. Svo hringir síminn, skilur þau? En svo ertu kannski að keyra eitthvað og þá ertu bara að hugsa kynlíf kannski bara eitthvað, kannski í lengri tíma, skilur þau? Kannski í korter. Korter bara... Stanslaust. Á þess að gera neitt. Þú ert bara að hugsa? Já, bara hugsa það. Ég get lofað því, ég hef aldrei hugsað kynlíf í korter. Bara samflitt. Það ekki? Ég held ekki. Nei, en þú veist, það er svo erfitt að reikna þetta út og finna út þessu. Hvernig er menn að vera að pæla í þessu einu sinni? Svona kannanir eru og, þetta er mikið bull, sko. Af því að það er ekki hægt að segja svona. En svo kom hérna líka í ljós að það er 20 viðbót sem að menn hugsa mun oftar en konur. Konur hugsa kynlíf 10 sinnum á dag, á meðan við gerum 19 sinnum á dag. Við erum að hugsa það helmingi oftar en þær. Og svo hugsa við oftar mat og að sofa. Ég hugsa, heldur en kynlíf? Nei, heldur en konur. Já. Hvort hugsaðu oftar mat en kynlíf, Sverrir? Svona, sko eins og stannir í dag hugsa ég kannski oftar mat. Já, af því að þú ert í bullandi átæki. Ég er bullandi átæki og gamla er ólétt, sko. Ég er búinn. En sko, að hugsa að sofa er fáránlegt. Já, það er bara því að það voru menn þreyttir heima að sér, skilur við? Já, næstu að hugsa, hvað er gaman að vera sofandi. Ég hugsaði þetta alveg í morgun þegar ég var að fara snemma á stað, bara, hvað ég var til að liggja undir sæng. Já, liggja undir sæng og bara þú hugsar ekkert að sofa, þú ert ekkert eitthvað bara í hádegismatnum, sofa. Þú veist maður ekkert að hugsa þetta. Nei, þú hugsa kannski að þú ert þreyttur. Það getur verið. Já, en herðu... Þetta er tómtrugl. Já, Páll Óskar er hérna rétt á kominu, við ætlum að fá auglýsingar, svo sett hann inn í settið og við ætlum að spyrja honum úr.
Plata vikunar á FM 957 er Ingo, fyrsta sólóplata Ingo sem inniheldur 14 frábæri lög. Meðal annars smellina Fanny og Með þér. Alla vikuna kynnum við plötuna fyrir hlustendum, spilum lög af plötunni og gefum eintök. Fylgstu með og nældu þér í eintak af Ingo sem er plata vikunar á FM 957. Jóladagatal FM 957 í desember. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 á dag fram að jólum, opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa hlustendum veglega vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Topshop Smáralind, Samsung Galaxy Ace og Galaxy Mini snjallsíma frá Samsung, jólaþrennan frá Happaþrennunni, færð þú þann stóra í vinning. Gjafabréf frá Orablú sokkaböksum, TG hárvörupakki frá Bedhead, bæði fyrir stelpur og stráka. Allir vinningshafar fá einnig fylltar skeljar og pippmóla frá Nóa Sirius og Egils malt og appelsín frá Ölgerðinni. FM 957 er jólasveitnin þinn í desember. Hó, hó, hó og hó! Ólafur Arnalds í Hörpu 17. desember. Miðasala er hafin á harpa.is. Hraðpenningar.is. Tíminn er núna. Kvarasi á NASA. Aðeins á tónlist.is. 2.850.000.000. Hvað eru það margir fimmkallar? Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Fáðu þér físlétta næfur þunnan örheila. iPad 2. Bara betri og betri. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. Stóra stundin er runnin upp. Stelpurnar okkar á sínu fyrsta stórmóti. HM í handbolta hefst eftir 3 daga. Áfram Ísland. Áfram stelpurnar okkar. Fá þér áskrift í síma 512 5100 eða inn á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það er húsasmiðan, Míla, Palmolive og Vís sem færa þér HM í handbolta á Stöð 2 Sport. FM 95 Blö er í boði. Þú getur sótt lán með einu SMS-i. Kredia.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö á FM 957. Já, þessi stúlka fekk velun á síðustu tónlistavelunum American Music Awards. Sveppi, hvað heitir hún? Hún heitir, ég veit ekki. Nicki, veist þú það? Getur verið að segja Rihanna? Já, þetta var sem sagt Nicki Minaj og Rihanna. Nei, það var sungið saman. Já, það tóku þetta lag saman, en gestur þáttarins er mættur, þetta er hann Páll Óskar, verður velkominn. Danke schön. Gaman að fá þig. Já, sömuleiðis. Ég hef aldrei verið með útastátt á þig sem gest. Nei, gaman að vera hér með þér. Svo góð lyktaði líka svona. Já, lyktar alltaf vel. Gaman að, já, takk fyrir það. Og hérna, nei, gaman að hafa ykkur í útvarpið með þér. Já, þetta er þetta bara. Já. Já, það er mennur að keyra heim og svona. Menn er að tala að ég sé með andlit fyrir útvarp. Já, og vöxt. Akkur sögðu þið báði já eins og þetta var grín. Já, við tókum þátt í grillu á 5 dagar að þið voru sammála. Heyrðu, það er ekki ástæðalaust að þú ert hérna, Palli. Nei. Það er dagur Rauðanefsins, hann er 9. desember. Já, þá er bein útsending á Stöð 2. Bein útsending á Stöð 2 og það er hérna, þeir sem veit ekki hvað UNICEF er, þá ætla ég nú að fræða ykkur um það. Ég veit það nefnilega, þetta er sérna, nei, ég veit ekki alveg, ég kann ekki koma orðum að því reyndar. Ég skal koma orðum að því. Svona heimsforeldrar til styrktar bágstöddu börnum í Afríku. Já. Ekki endilega. Nei. Ok. UNICEF vinnur bara út allan heim, góðu minn. Já. Þetta er barnahjálp Sameinuðu þjóðanna. Alveg rétt. Og veistu hvernig þetta kom til? Nei. Málið var það að í seinni heimsstyrjöldinni þá dóu bæði konur og börn. Þá var ráðist á konur og börn í fyrsta sinn í mannkynsögunni í skipulögðum árásum. En hinga til höfðu allar styrjaldi verið háðar bara af einhverjum köllum upp á einhverju hæð eða upp á einhverju fjalli. Einhver tippa að berjast bara. Þannig að eftir seinni heimsstyrjöldina þá var heiminum bara í sárum og fólk spurði býtu hvað gerðist hérna eiginlega. Það var ráðist á konur og börn og býtu hafa börn engan rétt. Það er mitt. Engin réttindi. Þannig að Sameinuðu þjóðirnar fóru að klambra saman þessu sem við þekkjum núna sem barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og hann kveður á að öll börn í heiminum, alveg sama hvar þau búa, þau hafa rétt á því að lifa, nærast, halda heilsu, fá heilbrigðisþjónustu,
læra að lesa, skrifa og reikna, semst öðlast menntun. Þau hafa rétt á því að leika sér. Þak yfir höfuðið. Og þak yfir höfuðið og þau hafa rétt á því að vinna ekki erfiðisvinnu. Og erfiðisvinna skilgreint samkvæmt Sameinuðu þjóðunum. Þú veist, það alltaf lagið þótt að þú hjálpir mömmuðinni heima að baka fyrir jólinn, selja límonað eða eitthvað. En þegar barn farið að vinna í gallabuxnaverksmiðju, skilur, eða á bómullaragri eða kaffi, vinna í kaffi og súkkulaðibönunum sem við étum síðan. Það er rangt. Þú veist, þegar vinna farin að hafa áhrif á tíma barnsins eða hafa áhrif á skólagöngu þess eða félagslega þáttinn, það getur ekki leikið sér. Þar mætir UNICEF á svæðið og UNICEF hefur engar pólitískar skoðanir. Ég sé Palli að þú hefur kynntir þetta aðeins betur en Sveppi þegar Sveppi tók að sér þetta verkefni á sínum tíma. Ég er orðinn kandmag. Já, ég heyri það, þú ert bara þú ert eins og bæklingurinn sem mætur. Já, ég fór þetta til Afríku á sínum tíma á vegum UNICEF. Og þá þurfti ég nú ekki beint að, ég var búinn að kynna mér þetta, ég er bara búinn að gleyma þessu öllu. Það fínt að rifja þetta upp öðru hverju. En það var alveg magnað að fara út og kynna sér þetta. Já. Og það var mjög fínt fyrir mig að því að ég er svona gæi sem að segja bara, hvað maður, Afríka, hverjum ekki saman? Eða skilur, getur það ekki græða þetta sjálf? Skilur? Það er ógeðslega margir eins og ég sem er ekkert að pæla mikið í þessu. Þess vegna svona ágætt að fá svona smá reality check. En veistu, ég var líka gaurinn með efasemdirnar Ég var mjög skeptískur áður en ég fór. Þú veist, Sómalía er búin að vera svöng síðan ég fæddist og ég er 41 árs. Og þannig að hvað er ég að gefa peninga eitthvað í, þú veist, í eitthvað söfnun, þú veist, þegar þjóðin heldur áfram að vera svöng, anyway. Ákveð eftir ég var að gefa eitthvað peninga í eitthvað svona styrtardót þegar kannski 80% af þessum peningum fer í rassvassan á einhverjum einræðisherra í einhverju ógeðslega spiltu hagkerfi og kannski 8% af peningunum fara þangað sem ég vildi að þau fætti. Er það málið það? Heyrðu, ég fekk að fara út til Afríku að fylgjast með þessu, fylgjast með því hvernig UNICEF vinnur og sjá þau alveg hands on hvað þau gera við peningana. Og veistu, í dag allar mínar efasemdir farnar út gluggann alveg og það var beautiful og aðdáunarvert að horfa á þetta fólk vinna og forgangsraða. Þú veist, ef þú þyrftir að forgangsraða sem sagt, ok, hér er kona með AIDS og hún er ólétt, hvað ætlar að gera? Ok, þau neyðast til þess að þau verða að segja, já, við getum ekki bjarga konunni en við getum bjarga barninu. Þannig að þau gefa henni lyf, ég vissi ekki eins og þetta væri hægt, þau gefa konunni lyf sem verða til þess að barnið fæðist síðan negatíft, pældi því. Þetta er hægt. Og UNICEF kemur þarna inn í. Þeir eru að ráðast á HIV vandan sem er gífurlegur í allri heimsálfunni Afríku. Þeir eru fyrst og fremst að redda þeim hreinu vatni og drykkjarhæfu vatni. UNICEF hannaði brunn sem er mjög einfaldur í uppsetningu og mjög einfaldur að græja. Þeir eru búin að reisa meir en 1 milljón svona brunna út allar trissur þar sem þörf er á. Þannig að peningurinn er að fara á réttan stað. Þetta er nefnilega að fara á réttan stað og það er ekkert mál að hjálpa. Maður á að gerast heimsforeldri. Þetta er 2000 kall á mánuði sem er bara tekin af reikningliðinum og þú valla tekur eftir honum. Þetta er kippa. En ég skal lofa því að þetta fólk þarna úti sem býr þarna úti í sárustu fátækt, þau taka betur eftir þessum 2000 kalli heldur en þú. Já, það er svolítið þannig. Og þetta er ekki fyrsta skipti sem við erum með hennan Dag Rauðarnefsins á Stöð 2. Og þetta er alltaf mjög skemmtilegar útsendingar. Það er sami lag í tilefni dagsins og við erum nefnilega að frumflytja hérna núna lag. Og þú samti lagið? Eða Red Lights, veitir hverju þeir eru? Já, þeir eru algjöru snillingar. Þeir samtu lagið og þú textan. Já, þeir sem sagt skila til mín svona grunni að lagi en þeir vilja að artistarnir sjálfur búi helst til melodíurnar sjálfur yfir lögin og textana. Ég held að það hefði gert það sama með Friðrik Dór og Steindar Jr. Þetta lag hefur aldrei verið spilað áður, eða? Þetta hefur aldrei verið spilað áður. Þið eru þeir fyrstu sem fá að spila það. Þetta kláraðist í gær. Sjóðandi heitt lag. Hlustendur, já, eigum við ekki bara lagið heitir Megið að byrja með mér, eða ekki? Já, Megið að byrja með mér og að því að þetta er pínu dreki að vera að semja svona lög
fattur svönguböndin í Afríku eitthvað. Þú veist, hvað maður að segja? Þú veist, save the world, save the children, eitthvað. Þetta svolítið hættulegt, en ég held, ég sé alveg réttu mig við línuna í þessum texta. Að sko viðlagið eitthvað þá leiða bara megi þessi heimur verða betri en hann og megi það byrja með mér. Þú getur gert ýmislegt. Þar heyri það, við skulum fá að heyra þetta lag núna í fyrsta sinn og svo ætlum við að henda hérna hraðaspurningum og öðru á Palla. En eins og Palli sagði, frumflutningar á þessu lagi. Já, þar hafið þið það. Glænýtt UNICEF lag frá Páli Óskari. Já, þetta hefði með þess að geta verið Eurovision lag. Það var svo catchy. Ertu alveg hættur í Eurovisionu, Palli? Þú varst ekki með þáttinn síðast? Jú, ég var með þáttinn á síðast ári og núna finnst mér bara eins og ég sé búinn að gefa Eurovision alla þá orku. Ertu loksins komið leið á þessu? Sko ekki leið á Eurovision, en ég bara búinn að þjóna þessari keppni bara mjög vel í mínu lífi. Þannig að ég ætla aðeins, málið að það að gerist að þætti, þetta kleppar að vinna. Að fylgjast með 43 keppnum út alla í jörð, fylgjast með öllum undan keppnunum, veiða upp einhverjar kjaftasögur, reyna að gera eitthvað fyndið. Þetta heavy. Þannig að ég vildi freka kasta boltana mér á einhvern annan og nýta kannski næsta ár í að til dæmis gera nýja plötutakkurir. Þú veist, og til dæmis þetta lag sem ég var að gera með Red Lights kannski, þú veist, vísirinn á því. Það ekki skemmtilegast en tónlistamæður að vera að búa til plötu í staðan fyrir að vera að lýsa einhverjari söngvakeppni út í Evrópu? Jú, ég held ekki sé bara betri stað í stúdíónu. Hvernig dagurinn? Þú ert ofsalega busy alltaf. Þú ert rosa mikið að DJ-a og syngja. Þú ert ekki 9-5 vinnu samt. Já, veistu samt. Hvernig, þú vaknar og snemma á morgnana? Já, ég búinn að draga mjög mikið úr því að vera að plötu snöðast, sko. Klukkan hvað ert að vakna á morgnana? Ég að vakna svona 8. Að gera hvað í anskotan? Það, veistu, dagurinn hjá mér, hann líður eins og kortur. Veistu hvernig, dagurinn í dag búinn að vera þannig. Hvað gerir þú frá 8 til 9? Ég búinn að ég les alltaf fréttablaðið. Ég þarf að gera ýmislegt, ég þarf að gera með sætan, þú veist, míga, fá mér morgumat, þú veist. Þannig að þú vaknar ljótur. Ég vaknar bara ljótur og það fyrir heilmikil vinni að gera sér glamurus. Fyrir ykkur húsinn lúkið sér komið. Það verður að fylgja, láttu mig þekka það. Og svo, dagurinn í dag búinn að vera þannig að það var útvarpsviðtal út af UNICEF klukkan 9. Það var fréttablaðsviðtal út af UNICEF klukkan 10. Ég var að lesa UNICEF stiklurnar upp í sagafilm klukkan kortur. Þessi dagur svolítið tengdur UNICEF hjá þér, en við vorum að tala bara svona dagsdaglega. Hvernig það svona venjulegu dagur þér? Dagarnir morfast bara í svona vinnu. Þetta oft, það eru margir sem spyrja mig svona, hvað ert þú að gera? Ég held að, ég veit ekki að gera neitt. Samt maður alltaf einhvern veginn, það er svo erfitt að útskýra oft fyrir fólki hvað maður að gera. Veistu, til dæmis, allt þetta síðasta ár, allt hálfa árið ég búinn að vera lokaður inn í stúdíói, Sýrlandi í Vatnagörðum, að mixa Páli Óskar og Sinfó. Eða sem sagt, ég gerði það ekkert sjálfur, en ég stóð yfir hún að Svenna Kjartans. Já, þú varst alltaf, það hefði komið nýtt diskur líka frá þér og DFD-diskur úr Hörpunni. Alveg rétt. Og hann að fara rosalega vel á stað. Ég alveg ofsalega þakkláttur fyrir hvernig fólk að taka í þetta. En það líka, líka mikil vinna á bak við þetta. Ég hef vel ekkert gert neitt annað í 1,5 ár nema bara að pæla í þessu sjói. En þú ert líka svona klikkað, sko. Þú tekur eitthvað verkefni og þá drekkir þér algjörlega í því, sko. Algjörlega. Og alveg, þú ert ekkert eitthvað svona, herru, ég ætla að skjótast hérna fyrir heim. Þú hangir yfir einhverjum gæjum. Þú ert ekki eins og ég, þú lýgur ekki að einhverjum að þú þurfa að gera eitthvað annað til að komast úr einhverju. Nei. Þú bara gerir það. Og ég verð að vera hands-on, sko, í öllum verkefnunum. Ég vann mjög náið í sambandi við Sinfó-dæmið. Þá vann ég mjög náið með útsetjurunum og hljómsveitastjórunum og búningahönnuðunum. Ertu með svona fullkonaráráttu? Algjör fullkonaráráttu. Og ég elska að vera með þessa fullkonaráráttu að því þegar upp staðið að ég þarf að koma út á skapnum með það. Ég pródúsent. Já, ok. Ef ég ætti að vera titlaður eitthvað, þá ætti það að vera, sko,
produced by Paul Oscar. Já, talandum að koma út úr skápnu, ég var að spája að henda það einna hraðaspurningum. Ertu klár í það? Ertu með þær? Já, ég er með þær. Og þetta virkar þannig að ég þarf að svara bara spontaneously. Já, það er ekkert rétt og ekkert rangt, sko. Þetta er bara svo í þáttunum. Já, bara fyrsta sem þetta er í hug. Þetta er mjög gott að gera þetta í útvarpi. Þá kemur svo mikið í ljós á skömmum tíma. Já, ertu tilbúinn? Ég bara lætu að það. Þá byrjum við. Besta bíómynd allra tíma? Pink Flamingos. Besta lag allra tíma? Walk on by. Besta lið í ensku? Liverpool. Í hverju sefuru? Engu. Uppáhaldsnammi? Nóa Kropp. Hvað kveikir í þér? Þú. Hefurðu lamið eitthvað? Já. Fílaði það? Hver er besti söngvar Íslands? Fátt svör. Shit. Hvað kom fyrst í hugan? Hver er besti söngvar Íslands? Ég fór að hugsa, þú veist, Palli Rósenkrans eða eitthvað slíkt. Palli Rósenkrans, já. Hefurðu stund að killi með konu? Já. Er kallinn á lausu? Já. Hefurðu sofið hjá aðdáanda? Nei. Áttu meir en 3 milljónir á bankabók? Ekki ennþá. Kynþokkafyllsti karlmaður heims? George Clooney. Væri Sveppi a bear in the gay community? Já. Hver er kynþokkafyllsta kona heims? Grace Kelly. Grace Kelly. Ok. Sko, ég verði að viðkjanna, fyrstu 2 svörin, ég veit ekki eins og hvað það er. Hvað var besta bíómyndin? Besta bíómyndin er... Pink Flamingos. Pink Flamingos. Þetta er John Waters Divine leikurinn. Þetta er eiginlega svona punkmynd frá 1972. Út með spes kvikmynda. Þú svolítið arti svona, sko. Þetta er bíómyndin sem Divine getur hundaskít, ok? Í alvörunni. Besta lið ensku, Liverpool, þú fylgist þetta... Fíla Liverpool, 5 á það. Ég er púlarinn nefnilega. Ég sagði bara Liverpool eitthvað í einhverju flippi. Já, bara eitthvað fyrst að setja þetta í huga. Já. Það var nóg okkur. Ég kann ekki eins og reglurnar í fótbolta. Varstu einhvern tímann í íþróttum? Aldrei. Nei. Stóð aldrei til mamma en eitthvað svona, já Palli, nú eru að fara að skrá á námskeið. Nei. Langar að fara í fótbolta, handbolta, blak eða körfu eða badminton eða keilu? Aldrei. Nei. En ég var manna klárastur í Brennó og Snúsnú og Sippó. Já, þetta hefur komið mjög snemmi í ljós að þú varst hinum megin við lækina. Alveg hinum megin við gerðinguna. Og ég náði alltaf að tengja mjög vel við stelpunnar og þær líka mér. Og stelpunnar sem voru með mér í barnaskóla eiga alveg útkrotaðar minningabækur þar sem ég er búin að teikna í þær heilu myndasögurnar sko. Ok, það er næs. Á fleira sem komið ljós? Já, þú hefur lamið eitthvað, hefur þið lendið í slagsmálum í alvegni? Heyrðu, já, en það var ekki vegna þess að viðkomandi var að biðja það eða ég var að fíklast með það var ekki stíkt. Nei. Og en ég get verið bara mín motherfucker. Það? Já. En þú drekkur ekki áfengi? Nei, ég reyndi að fara á ímyndunarfyllir í MH þegar ég var svona 17 ára og Greifarnir voru að spila á okkur sveitaballi. Þóttust á bara að vera fullur eða? Orginal. Nei, ég drakk eitthvað vodka í kók og og vildi tékka á hvað myndi gerast. Og mér leiði ekki vel. Það var rúta sem að var skuttla okkur krökkunum á staðinn. Og ég held að hvert einasta barn í þessari rútu hafi verið á skallanum. Okay. Og nema hvað, svo stoppa rútan og ég finn að ég þarf að æla og í fangið á mér dettur stúlka þegar rútan stoppar með svolítið miklum drykk dettur í fangið á mér stúlka sem var með sko fallegasta hárið í öllum skólanum. Hún var með hár alveg niður á bak og ég veit að ég þarf að æla, ég komst ekki út úr rútunni og ældi yfir hana og hárið á henni. Við röngum við okkur þar sem að elsku krakkarnir voru búin að draga okkur út úr rútunni og leggja okkur á jörðina og þau voru að greiða gubbið úr hárun á henni. Þetta er það ekki verið ímyndur að þú hefur bara verið fullur. Hæ? Þú hefur bara verið fullur. Já, en síðan rann að mig bara. Já, það er alltaf ímyndunarfyllir í það þegar maður þykist að vera fullur. Og ég eitti öllum vetrinum í að segja fyrirgefið þessa stelpu sko. Þú fórst á nettan bömmir? Mega bömmur. Hefur aldrei drukkið eftir þetta? Nei, og ég sá það bara í hendið mér, ok, ég hef ekkert að gera við þetta. Þú verður bara að prófa aftur. Ég fekk ekki þetta, þú veist, röss í hausinn sem allir eru að tala um. En tengist þessi saga eitthvað það að þú hefur sofið á konu? Þetta var ekkert sömur útiferðinni? Nei, alls ekki. Þannig að þú lítur þá að vera í einhverjum eiturlyfjum?
Þú ert í bransanum, brjála að gera, allt í gangi. Það ástæðan fyrir hann er búin að enda svona lengi gæðin. Hann er með þetta allt á hreinu. Ég byrjaði að drekka kaffi fyrir svona 3 árum síðan. 3 árum? Já. Bara 37, 8 ára? Já. Og kaffið er að kikka inn, þetta er algjört dóp. Algjört. Með þessum orðum, já, herðu, en Palli, ertu hérna, ekki það viljum að fara að láta þig opna eitthvað rosalega, en þú er nú komið reglulega til okkur á nokkrum árum. Ertu ekkert að finna ástina? Þú syngur mikið hana? Já, sko ekki hérna á Íslandi. Þetta er ógeðslega fríkar, allavega ekki ennþá. Og þetta er ofsalega magnað. Ef ég fer til útlanda, þótt að sé ekki bara í 2-3 vikur, alltaf finn ég eitthvað sem ég hugsa með mér, heyrðu, þú ert fínn náungi, ég er alveg til í að búa undir sama þaki og þú veist, það gerist alltaf, það bregst ekki. En hérna heima, ég veit ekki alveg hvað er í gangi, það getur verið að, þú veist, sko, ok, ef ekki bara koma út úr skápnum með það, ég er íkon, ok? Ég er fyrirbærið. Og fyrirbærið Páll Óskar er fyrir löngu síðan orðið miklu stærra heldur en kannski maðurinn sjálfur. Páll Óskar er orðið miklu stærra heldur en mitt eigið líf. Þannig að ég er ekkert hiss á því. Það er bara vesen að vera maðurinn. Já, og ég er ekkert hiss á því að íslenski strákar eða kallmenn sko láti Páll Óskar svolítið trufla sig. Já. Það er bara eins og þegar Hemmi Gunn finnur sér konu eða eins og ef að Vala Matt, skilur. Þetta eru svona ekki það að þú sér þar, sko. Þetta er orðið svona, fólk myndi setja svona spurningamerki, heyrðu, ég er ekki bara ástfangin af manni, ég er ástfangin af Páli Óskari. En það er ekki tómt vesen. Þetta er kannski að stoppa. En þarna þá er ég náttúrulega að taka ábyrgð á því að vera Páll Óskar, að því ég kom sjálfur mér í þessa aðstöðu og það var enginn sem neyddi mig til þess að þetta er það sem þú baðst um. Þú kallaðir þetta yfir þig. Og með þessum orð við erum hérna konum svo langt fram yfir hérna. Já, það er byrjað að blikka með tölvan. Já, það er eitthvað að væla hérna, ég þurfa að fara í auglýsingar og eitthvað. Sleppum þeim bara. Það er svo gaman að kjafta aukum. Já, þú þarf ekkert að fara. Við erum að fara í hitakleifun eitthvað. Viltu taka það með okkur? Ok, við ætlum að fá hérna fyrst eitt jólalag sem heitir Hátíðarskap. Þú voru að spila eitthvað með Palla á þetta? Ég veit að ég er að fara að finna það núna, drengur. Ég er til það. Herru, þetta er sérstaklega spilað fyrir stelpurnar í Vestmannaeyjum í vinnslustöðinni. Ertu að grína? Það er skvísirnar, hlusta alltaf á okkur sá. Ertu að meina? FM mæli með sjokk, nýja ilminum frá Calvin Klein. Fylgstu vel með á FM í vikunni því við munum gefa CK1 sjokk. Bæði herra og dömu ilmi á samt skemmtilegum aukahutum frá Calvin Klein. FM 957 og Calvin Klein, sjokk. FM 95 Blö er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. Óheppin bara í þetta sinn. Já, ég menn það var einhver að við vera virklu saman. Það er ekki gaman eða báðar hattur eftir það. Það er treystið. Það er bara ekki, já, mörguleiti, jú. Mörguleiti, sko. Herru, strákar. Já. Segið þið. Yeah, baby. Magasín. Alla virka mótna á FM 957. Vertu byrnámsmaður og fáðu betri kjör og alls konar tilboð. Kannaðu málið á Facebook og byr.is. Afmælistilboð 10.11 í nóvember. Mix á 99 krónur. Barilla spagetti á 129 krónur. Saltstangir á 69 krónur. Rjóma súkkulaði á 49 krónur. 10.11, opið í 20 ár. Opið allan sólarhringinn í Office One skeifinni. Ég ætla að spara í ár. Office One. Ólafur Arnalds í Hörpu 17. desember. Miðasala er hafin á harpa.is. Hraðpenningar.is. Akkurat núna. Fjölskyldu Alias er mikil fjölskyldu skemmtun. Allir á móti öllum og börnin spila með mömmu og pappa. Fjölskyldu Alias fær fjölskylduna til að leika saman. Fjölskyldu Alias fæst í Elko. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.
Já, þeir að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og hann hérna hjá okkur Páll Óskar og við erum búin að dobla hann alltaf með þér í hangefrí horni, Sveppi. Heyrðu, já, það dýrari típan af því núna, kallið minn, sko. Já, við fengum sérstak leyfi frá Sigurni Kjartansen í dag. Já, þetta er þeirra dagskrárliður. Já, við ætlum að sippa okkur í úlpu, vippa okkur út á Miklubrautina og bara sipp og vipp, kallið minn. Já, við viljum að allir sem sjá Sveppa og Palla að labba Miklubrautina, þau verða að flauta. Hangefrí horni, já. Og þetta er dýrari típan af hangefrí horni, kallið minn, sko. Já, en við vorum bara að byrja á hitaklefanum á meðan þið hoppið út eða ekki? Jú, við fengum Sigmund Erni í hitaklefan. Já. Og hann fekk að heyra það. Já, við vorum búin að reyna að ringi fullt af alþingismönnum. Já. Og það er allt vitlaust í ríkisstjórninu núna. Já, þjóðin stendur á öndinni. Já, en við ringdum í Sigmund Erni og við skulum heyra hvernig gekk. Take it away. Halló? Er það Sigmundur Ernir, alþingismaður? Það er hann. Komdu sæll og blessaður og ertu velkomin í hitaklefan. Takk hér. Herðu, þú varst nú ekki fyrsti kosturinn okkar í hitaklefanum í dag, en það virðist vera bara eins og allir ráðherrar geti ekki talað við okkur af því að þeir eru á krísufundi. Er stjórnin að springa, Sigmundur? Hún er að vippa sér yfir í nýtt hlutverk. Já, en það er ekki spurningin um það, sko. Af hverju vilt þú fá Núbó á Grímsvötn? Vegna þess að ég talt maður þetta byggjum... Þekkirðu Núbó? Jú. Þekkir hann? Jú. Hefur hann mútað þér? Nei. Ertu að þiggja peninga frá Kínverjum til þess að komast á Grímsvötn? Ekki aldeilis. Segðu mér eitt, Sigmundur, nú ertu þingmaður Akureyri en býrð í Grafarvogi. Hvaða grín er það? Það er vegna því að ég fættur uppalinn á Akureyri. Er það nóg? Hjartað slær þar. Það er samt ekki nóg, Sigmundur. Það er víst nóg, hjartað slær þar. Af hverju á ekki að skattleggja stóriðju? Af því að hún á að vera jafn skattsett og aðrir önnur fyrirtæki í landinu. Nú við erum að fá svör. Hún á að sitja við samanborð og önnur fyrirtæki. En hvað með Palestínu? Við erum að viðurkenna sjálfstæðið. Þú sagður að neitun og Núbó hefði áhrif á stjórnarsamstarfið. Er allt í klessu eða? Nei, við erum að vinna málunu meira fylgi og munum vinna áfram í því. Hvað áttu marga vini á Facebook? Ég á 3000. 3000? Þekkirðu þá? Já, eiginlega alla. Af hverju ertu ekki ráðherra, Sigmundur? Ég verður ráðherra bráðum vonandi. Hvaða ráðherra viltu vera? Ætli ég vil ekki bara verða utanríkisráðherra. Styður þú ríkisstjórnina? Ég styð hann ennþá, já. Af hverju viltu þá að Jónína Ben fari úr landi? Ég vil það ekki. Hún er búin að hóta því en þið gerir ekki eitthvað. Viltu að hún fari úr landi, Sigmundur? Já, það er hennar kostur. Hefur þú verið skráður í Sjálfstæðisflokkinn? Aldrei. Þú lýgur því? Aldrei. Þú hefur verið skráður þar sem úllingur? Nei. Jú, einustundur á stungur. Var í bæði borgarhreyfingunni og borgarflokknum og Sjálfstæðisflokknum. Ok, hvernig getur þú það verið í Samfylkingunni? Hún er Sjálfstæðisflokknum, Sigmundur. Vegna því ég hef sjálfstæðisskoðun. Ok. Hvað borðaður í kvöldmatt í gær? Ég manna bara hreinlega ekki. Ég var að vinna í þinginu. Jú, það var svona einhver samtíningur. Ertu oft nakinn, Sigmundur? Oft nakinn? Já. Held sem oftast. Hvenær varstu síðast allsber? Í nótt, hjá konunni minni. Það gleður okkur að heyra. Það er gott, segðu mér eitt. Af hverju hatar Ögmund Jónasson? Ég hat hann ekki. Ég met hann sem stjórnmálamenn en við erum ofta ósammála. Já, nei, ef þú ert ofta ósammála, hatar hann þá ekki? Nei. En hvor ykkar hefur rétt fyrir sér? Ég. Hvernig veistu? Ég bara veit að samfæring minn slær nær hjartanu. Hvort myndur þau freka fara í ferðalag með Bjarna Ben eða Ögmundi Jónassoni, Sigmundur? Þeim báðum, ég held að það væri mjög góður, en ef ég ætti að velja á milli þá verður Ögmundur. Þú lýgur því! Nei. Æja, ok. Takk fyrir þetta, Sigmundur. Takk fyrir komuna í hittaklefan. Já, takk fyrir. Gangi allsins besta við söknuðinni bá 361. Já, ok, sömulegis. Bye. Já, þetta var hittaklefin að þessu sinni, en við erum að fara núna í liðin Honk if you're horny við Sveppi og Páll Óskar er núna að rölda með Sveppa á Miklabrautinu. Ég ætla að hringja þetta síðan, maður sjá. Það er svona, ná Sveppa hérna á línuna. Þeir eru sem sagt þannig að, ertu þarna Sveppi? Ok, býtum, setja hérna á línuna. Og þá ætti hann að detta inn hérna. Heyrur í mig, Sverrir? Já. Ok, herðu, þá eru þú og Páll Óskar, þeir eru komnir út af Miklabraut, eða ekki? Nei, við erum ekki komnir, sko. Ok, þið eru... það er komin til smilkur, sko. Já, ok. Haldið, sjáist ekki, eða? Jú, við sjáum, það er náttúrulega, sjá allir, sko, við erum að tala um eitt lítinn feitan og krulóttan. Já. Og svo er eitt... Herðu, fólk er að flauta?
Sko, við erum ekki komnir út fyrir Skaftaliðin einu sinni, sko. Nei, þannig að allir sem að keyra á Miklabrautinu núna og sjá einn samkynniðan sætan fertuga mann og einn lítinn samanþjappaðan sætan 35 ára gamlan með krullur, þeir eiga að flauta núna. Já, nú erum við komnir upp á Miklabraut. Ok. Sérðu, hérna, það er strax heyrðu. Það er flautað alveg þvílíkt, sko. Ég fíla það. Sérðu, já, Palli, hann er svona Dorrit og ég er svona svo Ólaður Ragnar. Hann veifar bara, sérðu. Já, þarna var nú fullorðinn maður að flauta sem er greinilega að hlusta. Já, ég finn... Sérðu. Allir sem er að hlusta fyrir 957 núna og er á Miklabrautinu með að flauta, já. Já, heyrðu, það er alltaf verið að vitlust á Miklabrautinu. Heyrðu. Já, þetta er... Já, við veifum þetta alveg hægri vinstri. Þetta eru svaða viðbröð sem Hongi fyrir Horni er að fá núna. Þetta, við erum að taka, það er svo gaman, við erum að taka Pál Óskar, þessa stjörnu sem hann er, og kippa honum í almenningin, sko. Já, þetta er í fyrsta sinn sem að fólk heldur keyrir upp Miklabrautina og fær að sjá Pál Óskar í eigin persónu. Já, sérðu, þarna er einn að hlusta sem er að bíða þetta rauði ljósum á glæsilegum bíl. Er mikil umferð, Sverrir? Já, það er mjög mikil umferð. Og hún er meiri sko upp eftir. Heyrðu? Já. Það var einhver maður einn í bíl og það er mikið af fólki einum í bíl að flauta, sko. Það er... Blöndal, fólk er að hlusta! Þetta er besta könnun sem við höfum gert, maður. Já. Þetta er svaðalegt, sko. Við getum ekki annað að vera ánægð með þessu viðbröð. Já. Og hér er nokkur með rú. Já. Heyrðu, hérna einn, annar að flauta. Já. Við ætlum að fara yfir. Hongi fyrir Horni, þetta er að svínvirka þessu sinni. Já. Hvernig er Páll Óskar að taka sig út þetta með þér? Heyrðu, hann er hérna, hann leipur þess að stelpa. Maður sjá, heyrðu, Palli, það er raukt ljós hérna. Nú erum við komnir, sko, yfir í hina hlíðina. Ok. Og það er oft meiri trafík uppbyttir, sko. Eruð þið á Miklabrautinni ennþá? Já, við erum á Miklabrautinni. Bara, heyrðu, sérðu. Sérðu, þarna var svona huggulegt par sem er að hlusta. Já, það er fólk... Við erum að tengja saman vini og fjölskyldu bara með einskæri gleði og hamingju. Gerðum neitt, getur staðið með Palla núna og haldið svona í hendina á honum og veifað fólkinu? Já, Palli er að veifa alveg á fullu, sko. Svo er þetta gömul kona þetta með hliðin okkur, hún... Birgir, veistu hvað þetta er hérna? Þekkir okkur? Nei, hún strunsaði burtu. Já, ok, hún er ekki hrædd við Palla. Hún er, heyrðu, hinum einn, þarna er allt vitlaust, sko. Já, þetta er skemmtilegt. Þetta er, býtum við, það er seinna hollið er að koma. Ok. Seinna hollið, við erum að fara að taka seinna hollið. Fyrir ykkur sem voru að stilla með F957, þá eru við Hongi fyrir Horni sem er dagskrálið sem að Sigurjón Kjartansleið okkar að gera í dag. Já, þetta er vel gert. Páll Óskar er að labba þarna með honum Miklabrautina, Sveppi og Páll Óskar. Það er reynda rándýrt teimi. Halló, það eru 10 bílar fættir fram með á flautaenginn. Nei, alveg henni. Þetta ljótt fólk í megnina þeim. Ljóta fólki að hlusta á Flass FM. En við erum búin að fá hellingaflautum. Já, við erum búin að fá alveg slatta, sko. Já, ég er ánægður með það. Það er fílíkt stemning hérna. Við þökkum öllum þeim hlustendur sem flautuðu á Miklabrautinni gælaði fyrir. Viljið ekki bara koma aftur upp í hús? Heyrðu þetta, það styttist í að fólk stökk út úr. Heyrðu þetta, Flautal. Böllin í bílnum, allt vitlaust. Þetta er yndislegt. Það er eitthvað núna á Miklabrautinni fyrir alla. Við erum með, sko... Það sé hvað fólk að keyra Miklabrautina sérstaklega fyrir að sjá okkur. Alveg örugglega. Það er barnastjarna, það er popstjarna. Já. Það er eitthvað fyrir samkynnaðamannin, gagnkynnaðamannin. Þetta er allir pakkin á Miklabrautinni núna. Já, þetta gæti enda bara með disaster áreikstri, sko. Herði, áður við fáum áreikstur, það á ekki að henda á lagi, vil ekki koma aftur? Jú. Skelltu ljúfa lífi í gang og fólk getur dilla sér undir stýri. Já, ljúfa lífi ég þarf að setja hérna á distum, ég ætla fyrst að setja Why I Love You hérna með honum Jay-Z félaga minnum. Já, ég fíla. Kikið upp í hús. Ok, bye. Herru, já, þetta var dagskrálurinn Honk If You're Horny og Páll Óskar og Sveppir á leiðinni aftur upp í stúdíu. Þetta eru Monsters of Monsters and Men lagið King and Lion. Alveg snildabarn, King and Lion. Ótrúlega. Þeir eru konir hérna aftur í hús, Palli og Sveppi, var þetta ekki bara stuð að taka Honk If You're Horny? Þetta er með í skemmtilega sem ég gert. Þetta var ógeðslega gaman, maður. Ískallt út þetta, kom hann í svona stuð. Ég veit að það er eitthvað kósið að vera að rölda þarna og bara láta flauta á sig. Man fær eitthvað svona kikk út í, sko.
Það var mjög gaman. En ég veit að það eru örugglega margir hlustundur úti núna sem eru miklir Palla ádáendur og ég fann það bráðan eins og í hraðaspurningum og svona. Mér var svolítið gaman Palli að mig að spurja því sem ég vildi spurja. Okay. Og ég ætla bara núna að leyfa hlustendum FM95 Blö að ringja í 511-0957 ef þeir eru með eitthvað spurningu á Pál Óskar og þeim að ég í rauninni spurja að hverju sem er. Þú varst alltaf með útasátt sem segir Dr. Love. Alveg 98 til 2000. Já. Og þar var fólk að ringið og spyrja bara til að segja þér það, þegar ég var að labba hringinn í kringum landið árið 2000, þá var ég með Johnninga með mér, hann var svona, sáum allt í kringum mig og svona. Heilt kvöld, þá hringdi hann inn í Pál Óskar, þá ég gist á Egilsstöðum og hann talaði við hann í 2 klukkutíma í beinni útsendingu eitthvað mála af því að hann var að segja sko sem hann af því að hann átti erfitt með að haldast á stelpum sko, hann var aldrei ástfanginn og hann, Johnningi og Palli Óskar töluðu saman í rúmlega klukkutíma, það var aðeinslega. Ok, við erum aðtöðina hvað hlustendur vilja spyrja Palla. FN9 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Ertu með spurningu á Palla? Já, ég var til að vita með hvaða liði heldur hann í ennsku úrslitinni. Veistu, ég meir sé að ég kann ekki einu svona reglurnar í fótbolta. Þessi líka greinlega ekki að hlusta á hann. Nei, hann nefndi Liverpool á hann sko. Já, var að Liverpool. Það var að fyrsta sem hann datt í hug sko. Ég nefndi Liverpool bara í einhverju flippi. Ég hef ekki hugmyndu hvað ég er að tala um. Segja það ekki allir bara sem að horfa ekkert á það. Bara segja bara Liverpool. Já, skjóta bara eitthvað til lóti. Hann er örugglega verið að tengja við Bítlana. Er eitthvað annað sem þú vilt spyrja hann? Já, ekki ennsku þá, en á Íslandi bara. Áttu eitthvað lið hérna á Íslandi, Palli? Ég bý mjög nálægt KR-vellinum. Já, KR. Og hann frændi minn, hann Ingi Þór, hann er að þjálfa Snæfell. Þú segir þetta bara eins og... Já, eins og þú heyrir, þá hefur hann gríðarlegan áhuga á íþróttum. Herru, takk fyrir þetta, mestari. Takk fyrir líka. Ég er sko óþrjótandi viskubrunnur. Nei, þá skulum varta hérna. Kannski ekki að spyrja um íþróttir, maður sjá FN9 Blöð. Þú ætti að lækka þessi útvarpinu? Halló. Þessi var í tómirögli. FN9 Blöð? Halló. Allt vitt, þú stafna megin. Hvað heitir þú? Ég heiti Magnús. Heitir þú Magnús? Já. Ok, það mikið með það gamli. Já, Hvað langar að spyrja Palla? Er Palli og Öddi saman? Nei. Palli og Öddi? Já. Góð spurning. Þeir eru bara lausu. Nú? Ég held að þú voru að pikk föstu, Öddi. Blöð. Já, við ræðum það síðar, svo þakka fyrir það Sverrir. Nei, við Palli erum ekki saman. Má ég spyrja Öddaðinu? Já, hvað er með? Í læginu, Blöðlæginu. Já. Hvort segiru rangt skref eða langt skref? Rangt skref. Já. Yes. Ég held ég kunni þetta viðlag með þessi ennþá. Það ekki. Öddi Blöð er að byrja á FM 957 úr sjónvarpi og beint í útvarpið. Rangt skref. Það er hárrétt. Hverjum er ekki drullu sama. Hann er sköllóttur frá Sauðárkróki og er celebrity. Það er vel gert, maður segja FN9 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Erst þú með spurningu á Palla? Já, ég er með spurningu á Palla. Þetta er náttúrulega eitt mesta tónlistar legends í Ísland sem situr hérna í stúdíónu, þannig að það er sko að setja með góða spurningu. Það er einmitt tónlist. Ok. Hefur hann hitt í DJ Skrillex? DJ Skrillex? Nei, nú bara fer ég á YouTube og tjekka því. Leitaði að First of the Year Equinox. Er það þú, eða? Nei. Nei, ok. Þetta er frægur, einhver útlenskur náungi. Þetta lag, myndbandið og lagið, það er rosalega gott. Þetta hafa fylgdi opinn huga fyrir því. Ok. Við erum búin að finna þetta á YouTube. First of the Year Equinox. Yes. Herri, við tekkum á þessu, unnur. Takk fyrir mig. Palli, þú ert ekkert að fá neitt krassandi spurningar einnig. Ég ætla að leifa kannski 2-3 að spyrja viðbútt. Má sjá FN9 Blöð? Já. Góðan daginn. Góðan daginn. Er þetta Áskalag? Áskalag, já, við verum reyndar í öðru lið núna sem heitir langað að spyrja Pál Óskar að einhverju. Já, mennar. Strákar, er þið með eitthvað? Er þið með eitthvað, strákar, mamma? Þessi með brennandi áhuga. Áttu Óskalag, mamma. Við erum eiginlega bara að fá Óskalag, ekki? Á hvaða lag vil ég heyra? Við erum að pæla í jólinu að koma með. Ekki málið, við skellum því gang og þetta gamli. Já, það er allt. Ok, leitir. Bye. Þið eru klikkaðir. FN9 Blöð? Halló? Halló? Halló?
Erst þú með spurningu á Palla? Palli, akkur er svona opbúrslega sætur? Þetta er sko genetíst. Palli. Spurðu pappa og mömmu. Hvað setur í hárið? Er þetta Diffa eða? Sko ég nota voða mikið Redken í hárið. Já. Þú veist alltaf er hárpröfu, Palli, það er bara engin spurning. Ég passa mjög vel upp á það. Æðislega spurning. Takk fyrir að ringja, gamli. Ok, næstu. Er það okkur, ég vil ekki bara segja þetta gott á spurningu. Þetta er allt bara... Eru hlustendur okkar Nei. Hlustendur okkar er góðir. Það er bara sko, við einhvern veginn... Nei, ég veit það ekki. Varst ánægð með þessa spurninga, Palli? Já, bara... Veistu að þetta var alveg frábært? Já. Fínur likri. Þá veitum við það að Palli, hann fylgist ekki með íþróttum, hann hefur ekki fylgst með þessum DJ og notar Redken í hárið. Já, það er ímyndast að koma í ljós. Við ætlum að enda þetta á lægi með Páli Óskari. Já, hvað ertu með þarna á tölvunni? Herði, ég er með La Dolce Vita hérna, sem er þjóðhátíðarlagið 2011. Ég var með þess að í dalnum, búinn að fá mig 2 og 3 þegar þú varst að spila þetta, kallinn. Já. Herði, sannur heiður að fá þig, Palli. Svolítið massíft. Eins og alltaf. Og munið bara dag Rauða nefsins. UNICEF, 9. desember. Horfið á svo sjónvarpsútsendingu því að þetta verður brjálæðislega gaman, átakanlegt og fyndið í leiðinni. Korrekt. Það sem er svo magnað. Snillingur. Bara takk fyrir að hafa mig. Herru, takk fyrir að koma. Beðið heilsan. Sjáumst. Já, þetta er snillingurinn Páll Óskar með La Dolce Vita. Hann er farinn úr stúdíónu hjá okkur hérna í FN95 Blöð og þökk honum kjærlega. Hann var alveg góðar, 40 mínútur inn í okkur? Já, snillingur. Já, hann er hrikalega skemmtilegur. Já. Nefndis og bara hress. Já, maður vill einhvern veginn Palla bara allt gott. Hrikalega duglegur og skemmtilegur maður. Já, maður heyrir einhvern veginn aldrei neitt neikvætt hann. Nei. Það er alltaf bara það að tala allir vel Palla. Já, og það er líka bara, þú veist, eins og ég kom inn á áður, sko, ef þú ert með hann á Facebook, það er alveg sama hverju hann postar. Hann getur þessna sagt bara, ég var að mikið í bolla, hann fær 200 likes á svona 3 mínútum. Það er allir bara, þú veist, fólk er bara, ég alveg varst að þessu. Já, það er allir ánægð með það. Það er eitthvað ekki bara með Palla, ég tek eftir því að það er svolítið bara með samkynnaða menn. Er það? Já, þeir eru rosalega vinsælir á Facebook, það er alveg sama hvað þeir gera, það like allir strax og bara hafa út svo mikið krútt og... En er fólk að like kannski af því að þetta er homar, fyrir eitthvað annað? Af hverju? Æ, bara svona, ég ætla að like þetta, hann er veist að hann er homi. Þetta sé pity like. Nei, ég held að það sé bara höfður snillíka, sko. Svo Helgi sem var með okkur, sem var að sminka okkur mást í vídjónu. Já. Hann er líka, ég er með hann á Facebook og það er alveg sama hvað hann setur. Það er bara komið, þú veist, stelpur elska samkynnaða menn. Það er bara það. Og það er staðfest. Og þannig að þeir eru bara virkilega vinsælir á Facebook. Já. Og óskaði til hamingju með það. Já, bara til hamingju með það, sko. Heyrðu, ég var að lesa á netinu þetta alveg frábæra frétt. Nú. Það voru 5 stúlkur sem voru að fara að gera velvísi í nutti. Já. Það var verið að gæsa eina stelpuna og hérna það ákvaði að skella sér í nutt. Já, þetta er á Íslandi? Já, þetta er á Íslandi. Já. Í JB Heilsulind í Sóltúni. Ok. Og þær voru nú ekki alls kost ánægðar með það, því að þeim leið eins og það væri verið að fara með þær í erotísnutt án þess að þær vildu það. Var ekki verið að gæsa? Er þetta ekki svona hluti af svoleiðis pakka? Nei, þeim leið öllum illa eftir þetta nutt og þegar þær komu þarna inn þá voru þær allar sammála það að sko í nuttinu og meðan á nuttinu stóð þær voru allar sammála að þær hefðu geta gengið alla leið ef þær vildu það af því að sko þær koma þarna inn og það er karlmaður að nutta þær. Já, ég skilji. Og það er svo þetta að vera svona amatörlegt nutt og maðurinn hefði sko verið að stinja á meðan hann var að nutta þær og hann var ekki að nutta þær eitthvað fast, þetta var eitthvað bara svona eitthvað pot í vöðva. Eitthvað perri bara. Þannig sé sko, og svo er meira þess að einn kona sem sagði hérna sko, ég sá konuna sem var að afgreiða okkur, að hún setti ISO 4 matarolíu í skál og setti það inn í örbylgjuofn og þessu var guttlað yfir þær allar. Og þetta bara gerast á Íslandi. Já. Og þær voru sko ekki beint þvingar en þær voru allar beðnar að vera naktar í nuttinu og karlmaður sem að nuttaði þær, hann var alltaf svona að reyna að nutta þær á innanvert lærið. Já, ok. Þetta er svolítið pervertið, sko. Já. En einhvern veginn hefur tekið eftir, þarna eru 5 konur sem lenda í þessu. Já, og það eru alltaf mjög óanæður. Aldrei myndi þetta gerast að 5 karlmenn myndi ákvaða að fara saman í nutt að verði verið að stekja einn félagann og lendi í sömu aðstæðum. Og ef það svo myndi gerast, þá myndi það aldrei koma á íslenska vefmiðla. Nei, ég lofa því. Þeir fara ekki að kvarti við því. Nei, það er nefnilega svo... Jú, kannski skilur þú, ég veit ekki, getur ekki alhæft. Maður myndi ekki beint kvarti við því, maður myndi svona setja spurningamerki. Já, bara byttu nú, hvað er þetta að gera? Já. En maður er kannski ekki að leifa, þú veist. En ef þú sérði einhverja konu vera að hella ISO 4 matarolíu í skál og setja inn í örbylgjuofn. En stendur hvað nutti kostaði það? Nei, reyndar ekki, sko. Því að svona nutt er held ég mjög dýrt erlendis.
ISO 4? Nei, já, svona happy ending nutt. Já, það er miklu dýrara fyrir kallmenn heldur en konur allavega. Já. En þetta bara gerast í sóltúninu, kallmenn. Já, það hefur verið gaman að hringja en þau bara svar ekki þarna. Nei, við reyndum að ringja í eigandann. Jópi Heilsulind. Það fór eitthvað minn það, en það er samt aldrei fyndið sko að konurnar sko þær en sko, sérðu líka myndina af þessu hérna, sérðu sturtu aðstöðuna, sérðu myndina, þetta er bara svona eins og þetta sé tekið úr sko einhverju íbúð sem er verið að rífa. Já, þetta er ekki beint orðið spa sem að manni dettur í hug. Nei, þegar maður sér þessa mynd. En þegar það kom út, það er allavega, veist, eftir á svona, voðalega þetta skrítið. Já. En samt á meðan á þessu stóð, þá sippuðu þessir allar úr brókinni og letu kallinn nutta. Já, hann er ekki líka bara svona, þú veist, fyrst þetta fór ekkert lengra og svona, er þetta þá ekki bara svona, herru, hvaða bull var þetta? En já, höldum áfram í gæsunlega, hoppum upp í rútu og drullum okkur í paintball. Paintball Selfoss, maður. En herru, svona er þetta, svona er Íslandi í dag. Vertu flottur í tauginu. Verslunin Jack & Jones í Kringlunni og Smáralind og FM 957 efna til keppni í klæðaburði inn á fm957.is. FM-pittarnir Marín og Rikki G fóru til ljósmyndara og klæddist flottum fötum úr Jack & Jones. Sjáðu myndirnar á fm957.is. Fórið flottari í tauginu. Þú leggur inn þitt atkvæði og möguleika og eignast alveg eins föt sem passa akkurát á þig. Heiðar Austmann telur atkvæðin og tilkynir úrslitin og hringir svo kannski í þig. Fáðu þér föt í Jack & Jones. Taktu þátt í skemmtilegum leik á fm957.is og verður flottur í tauginu. Langar þig í iPhone 4S? FM 957 og Íslandsbanki vilja fá hjálp frá þér við að finna besta sparnaðaráðið. Og glænýr iPhone 4S gæti orðið þinn. Komdu inn á Facebook síðu FM 957 og fyndu besta sparnaðaráðsleikinn og skráðu þig. Komdu svo með frábært, frumlegt eða einfalt sparnaðaráð fyrir 1. desember og þú ert í pottinum. Þau 3 sparnaðaráð sem fá flest atkvæði færa höfundu sínum iPhone 4S. Ásamt því að einn heppinn er valinn af dómnefnd FM 957 og Íslandsbanka. Vinningshafar verða tilkynntir föstudaginn 2. desember. Kynntu þér málið á Facebook síðum FM 957 og Íslandsbanka. Við opnum Kaffi Akureyri eftir gagngera breytingar og boðum byltingu á djamminu á Akureyri. Ævintýralega opnunarhelgi framundan. Fimmtudagskvöld, Matti Matt og Eyþór Ingi. Föstudagskvöld, Hvannadalsbræður og DJ Svali á eftir. Laugardagskvöld, Rúnar F og sjálfur Blas Róka. Stanslaust stuð og alvöru opnunartilboð. Þessu missir enginn af. Nánar á kaffiakureyri.is. Forever 21 er á outfit.is. Eitt SMS í 1917. Hraðpenningar.is. Þeir eru með allt í réttu rafsuðuna. Sindri, Viðarhöfða 6 og Bæjarhraunið 12. Lang stærsti pottur Íslandssögunar. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Viltu áskrifta hamingju, iPad, skélþunnur, lóðbeinn og bara betri og betri. Epli.is, Laugavegi 182 og Smáralind. Stóra stundin er runnin upp. Stelpurnar okkar á sínu fyrsta stórmóti. HM í handbolta hefst eftir 3 daga. Áfram Ísland, áfram stelpurnar okkar. Fá þér áskrift í síma 512 5100 eða inn á stöð2.is. Stöð2 Sport. Besta sætið. Það er húsasmiðan Míla, Palmolive og Vís sem færa þér HM í handbolta á Stöð2 Sport. Láttu drauminn rætast. Skráðu þig í einkaflugmannsnám hjá Flugakademíu Keilis. Umsóknarfrestur er til 9. desember. Keilir.net. Nýjung á Pizza Hut. Nú er hún komin, drottning allra pizza, Crown Crust. Komdu, prófaðu og njóttu. Láttu sjá þig, Pizza Hut Smáralind. FM 95 Blö er í boði. Þú getur sótt úr lán með einu SMS-i. Kredía.is. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. FM 95 Blö á FM 95. Já, það er þriðjudagur og sveppurinn er hérna hjá mér. Það er búið að vera mikið að vera hjá okkur strákunum. Við fórum í Honke fyrir horni með Pála Óskaraðan og svo var hitakleifun á sínum stað. Já. Þannig að það er þettu þáttur en við vorum að spá í núna að ringja í félag okkar sveppi því að það var þarna spurningabomban síðasta föstudag. Já. Ertu alltaf í Angry Birds?
Ertu ekki komið Leós? Ég svo nýð þegar það eru auðlýsingar. Ertu ekki búin að vinna öll þessum borð og... Jú, ég kom með 3 stjörnur allstaðar, sko. Já, hvernig nennir þessu þetta ennþá? Ég veit ekki. Ég er bara húgt á þessu. Er það máli? Verður maður bara svona... Ég er nefnilega aldrei að spila þetta, sko. Þetta er ógeðslega gaman. En já, við ætlum að hringja því að spurningabomban var á föstudaginn. Við ætlum að hringja í Jóa Ásbjörns og ástæðan, jú, því að Sveppi, menn ég er að stilla inn númerinu hans, þá kannski segir þú hlustundum akkur ætlum að hringja hann. Já, málið var það. Jói, hann Logi var með spurningu í þættinum þar sem hann spurði hver þessara manna er elstur og þeir sem komið til greina var Öddi, Gils, ég og Jói. Og af þessum 4 er ég elstur en allir í þættinum, þeir svöruðu því að Jói væri elstur og ég veit ekki út af hverju fólk heldur að hann sé eldri en ég, sko, en ég er alveg 3 árum eldri en hann, held ég, sko. Ég reyna að syngja einn í hann. Sjá, halló. Halló. Jói. Já. Sætlunur Öddi, hérna. Blöð. Blöð, maður. Heyrðu, þú ert bara í beinni hérna á FM 957. Nei. Jú. Anskotans heiður er þetta. Já, kallið minn, það er öllu til tjaldað. Velkomin í þáttin FM 95 Blöð, Jóhannes Ásbjörnsson, hambúrgarakongur. Kendur við hambúrgarafabrikuna? Já. Heyrðu, það var stór dagur hjá þér í gær. Var? Já. Já, ég átt ammali með þig. Já, þú átt ammali í gær, maður. Alveg rétt. Hvað varstu gamall? Já, þú veist það, hvað... 32 ára. 32 ára. Ég er endar, sko, það er svolítið fyndið, ég veist svolítið gaman, ég spyr oft fólk, sko. Já. Ef ég, þú veist, þegar ég fæ þessa spurningu, hvað heldur að ég sé gaman? Já. Og ég veit ekki af hverju það er. Ég fæ yfirleitt gíska fólk, bætir við mig svona 3 til 4 árum með. Það er einmitt ástæðan fyrir að við erum að hringja hérna við Sveppi. Nú? Horfður á spurningabombuna síðasta föstudag? Nei. Með Loga? Nei. Þar kom spurningin fram, sko, hver þessara manna er elstur. Já. Og það var ég, Gils, Öddi og þú. Já. Og það voru 2 lið þarna og 2 í hverju lið, þannig að það voru 4 og það gisku allir á þig. Já. Þetta ekki skrítið? Nei. Nei, það er nefnilega ekki svo skrítið. Þú ert ekki elstur þarna, Jói, það er hann Sveppi. Ég meina, Sverrir Sverrisson vinnur það búið til barnaefni. Ég meina, hann leikur 7 ára dreng á daginn. Ég veist ekki skrítið að hann sé að menn sem kannski dræja þess frá hans aldrei. Og ég meina, Gils er náttúrulega bara alveg eins og allir gæjarnir sem er að pumpa játni í vörklass. Ég meina, þeir eru allir títaðir. Já. Og Blöndal er, þú veist, hann er yngri en ég meina, það vita það flestir. Já, vita allir. Hann er samt 1 ár yngri. En ég er endar, jú, þessuna öllu grínu slefti. Ég held að klippingin hafi sitt að segja. Þess vegna hef ég verið að íhuga það mjög alvarlega undanfarið að fara að safna síðu hár aftur. Já, það er eitthvað sem ég er til dæmis búin að reyna að hvetja Ödda til að gera. Já, fólk virðist halda að við getum ekki safna hári, að þetta sé ekki valkvætt hjá okkur á snóðu. Nei, það er það sem ég er alltaf reyna að útskýra. Mér finnst þetta bara svo þægilegt. Ég er snóðar að fúsum og frjálsum vilja. Já, bæði bara kostnaðarhærða og svo maður fljótar á stað á mótnana og svona. Já, þetta hefur svo fullt af kostum. En það væri nú gaman að sjá okkur prófa að safna smá. Ég er þið ógæslu. En býttu, ískuðu semast allir á það að, býttu hvað, það var ég, þú, hérna, það var Gils og Öddi. Gils. Já, ég held allir að þú er elstur, sem er ógst að leðalt að því að Sveppi 2 árum eldri en þú, sko. Og þetta var Hemmi Gunn og Guðrún Gunnars, Kalli Orkis. Og svo hlóuðu öll að þér. Það fannst mér svona vest í þessu. Já. Svo grenjuðu öll úr hlátri og það var svona eiginlega ljóti í þessu. Þetta var orðið svona tími einelti. Það hefur gefið pottið bara af því að ég var elst. Það var pottið bara því að Sveppi var yngri en ég. Nei, ég veit ekki hvað þetta er. Ég held samt sem áður að hérna... Þú ert náttúrulega búin að vera svo lengi í fjölmiðlum líka, Jói. Já, maður byrjaði náttúrulega ungur í því stúsi, sko, og ég er náttúrulega bara með vísitölu fjölskyldu upp við Elliðavatn og þú veist, það er ekkert sem ég er að gera í dag sem að ætti að gefa til kynna að ég var eitthvað sérstaklega ungur. Nei, það er rétt. Það er mjög að maður sé bara orðin hauggamall. Já, það er af því að þú og Simmi, þið tóku það ákvörðun að þroskast, eitthvað sem við Sveppi og menn þá eftir að... Já, og Simmi, ég hafði lagt fyrr en ég. Já, Simmi voru hann fullorðið maður 21 árs.
Það var óþólandi stundum að vinna með hann, sko. En þetta kemur kannski ekki eitt velinins á óvart, en mér veist, það tekur mig vissulega sást að ég hafa allir að hlæja mér. Ég var að ljúga því. Nei, það var ekki að ljúga, það var allir grenjul aðræðir. Ói, hann lítur svo allilega út. Ói, hvað róstur. En gerður eitthvað í tilefni dagsins í gær? Já, afmælinu. Nei, veitu það, ég gerði nú merkilegt. Mér finnst sko, ég ekkert sérstaklega svona mikill afmæliskall hannig. Ég var 32 ára og það ekkert fyrir mér eitthvað, þú veist. Ég var 31 í sumar, ég held upp á, tvisvar. Já, þú hefur gaman að, þú vilt svona... Já, ég mikið afmælisbarn. Já, og mikið jólabarn. Ég ekkert mikið afmælisbarn þannig, en ég átti bara kósí stund heima í gær og það var náttúrulega mánudagur. Ef þetta hefði borið upp á laugardegi, það hefði maður kannski... Rifið flippan af einum? Já, rifið flippan af einni í dós. Já, einum bauk. Herði Jói, alltaf gaman að heyri að við þurfum að koma að kíkja á þig. Sömuleiðis á minni. Og til hamingju með afmælið í gær og bara þetta lið sem var í spurningabombunum föstudag, þetta skamma sín, ég vonu þessu að hlusta. Já, ég alveg sammála því, en það verður ekki sagt að því að minn. Þetta frábær þáttur og gaman að hlusta. Þakka yfir það. Með þessum orðum kveðjum við Jóhannes Ásbjörnsson. Jói, yes, þú varst ekkert að hlusta? Nei, en ég hlusta alltaf því ekki. Ég heyri þig, gamli! Já, stórkostlegt lag þarna ferð. Við erum duglega við það hérna á þriðjudaginn sem að spila lög sem við höfum ekki þátt í. Já, það alltaf gott að hlusta á sjálfum sig. Já, það ekki. Við þurfum bara að enda þetta á sjómlið, það held ég sem búin að spila öll lögum. Byrjum á Crazy Bastard og svo þetta núna. Já, við eigum að gera það. Við höfum að byrja alltaf á Crazy Bastard, enda þetta á sjómlið. Nei, það? Ég meina, þetta góð lög. Já, ég reyndar. Kannski svolítið börn síns tíma. Börn síns tíma er mitt og hvað betur en börn síns tíma? Það hárrétt, það herðu, ég þoli ekki þegar ég að reyna að hringja eitthvað og það gengur ekki. Við ætlum að hringja hana Jónínu Ben því að hún hóta núna að flytja úr landi. Kannski hún flutt. Kannski hún farin, en hún allavega aðtapnakonan ekki parsátt við íslensk stjórnvöld og setja nokkurs konar afarkost á Facebook-síðu sinni. Hún hótar að flytja úr landi, fari ríkisstjórnin ekki frá völdum og spyr hvað sé verið að greiða alþingismönnum laun. Við ræddum þetta nú við smá við Sigmund Erni í hittaklefanum og vorum að spyrja hvort hann vildi Jónínu úr landi. Það samt svo leiðilegt að það svona kommentakerfið. Já, fólk með leiðindi. Já, það svona fréttir komið inn á DFF, þá eins og það komin einhver 97 innlegg eða eitthvað og allir bara, farið og takt við manniðin með þér, veist, svona neikvæðni og... Já, þetta það er alltaf. Það er engin jákvæðin á kommentakerfinu einhvern veginn. Nei. Það er engin bara, Jónu, já, ég sammálaði nú. En það náttúrulega, veist, kannski eitthvað, veist, 1000 manns búin að læka þessa frétt. Já. Skilurðu? Já. Sem að standa með henni þá kannski. Já, en svo alltaf einhverjir sem eru með stæla á leiðindi og sumir að reyna að fyndnir og ná því kannski ekki og verða bara astanlega fyrir vikið. Og ég reyna að ringja henni eins og enn eða? Já, tjekka það, sko. Hvað viltu ræða við Jónínu Ben? Hvort hún ætla að flýja? Bara líka langt síðan ég heyrti í henni, sko. Já, þú varst með númerið hennar. Já, ég var að senda það. Hún nefnilega alveg yndislega, sko. Og það nú oft svona með fólk þegar það veist, á milli tannan á fólki, sko. Þá fær það ofta að heyra það, sko. En ég var nefnilega til líka einhvern tímann að fá Gunnar. Já, ég var til að fá mannar. Í smá spjall. Halló? Jónína? Jónína? Halló? Halló? Er þetta Jónína Ben? Yes. Hæ, þetta er Öddi hérna og Sveppi. Hæ, Sveppi og Öddi. Hvað segirðu? Ég veit þið elskir mig. Já, þessin erum við að ringja þig. Hvað viljið þið? Við erum í beinni útsendingu FM 957, við erum í útastátt. Já, ég hlusta á yfir dagur og ég er bara fundi núna. Já. Hvaða fund er þá? Það er Lindó. Já, fíla. Við vorum hérna að lesa að þú ert að hóta að flytja úr landi. Nei. Er þetta ekki bara eitthvað svona sem þú skellir á Facebook í svona bara... Djóki? Nei, þetta er náttúrulega háalvarlegt hvað er að gera það á þessu landi. Já, fyrir utan það náttúrulega, sko. Ég er rosalega ósátt við það að mín heimabyggð fá ekki atvinnutækifæri. Og það er bara alveg sama hvað húsvíkingar komu upp með, það er bara allt slegið út af borðinu og ég vil bara mótmæla því. En ertu ekki orðin pirruð á þessu? Það er alveg sama hvað skrifur á Facebook, það er alltaf tekið inn í DFF og allir að kommentera á það og... Nei, fólk þarf alltaf að fá að sparka einhvern og ég ligg bara vel við höggi. Það er gaman að sparka þig, maður. Já, og mér er með þess að fara að finna þetta gott. Já, það verður að þannig að það bara. Það venjast öllu. Já, en hvað hérna... Ég hef engar áhyggjur af því hvað stendur í DFF. Nei, þú ert ekki að stressa það því, en segðu mér ef þú myndir flytja úr landi, hvað var í draumalandi?
Já, sjáðu, sko, ég náttúrulega að vinna í Póllandi núna. Ég Já. með heilsumeðferð í Póllandi. Þú ert alltaf með annan fótinn þar. Já, og Pólverjar taka Jónínu Ben bara alveg greiðlega vel. Það gott að heyra. Ertu celeb í Póllandi, Jónína Ben? Nei. Genn þá. Bara lítið sveitastelpa frá Húsavík, sko, sem ég En við húsvíkingar, við tölum öðruvísi en annað fólk, og við erum ekki að tala neitt undir rós. Nei, þið segir þetta bara eins og, þið komið til dyrann eins og eru klætt. Já, nákvæmlega. Það kemur beint að kunni hjá ykkur. Já, eigum ekki að reyna að vera svolítið þannig. Er ekki betra heldur þessi undirförli og þetta baktjaldar og leiðindar ógegnsæi? En ég tók einhvern tímann ákvörðun, sko, að pæla bara ekkert í þessu. Það talar enginn illa þig, skilur. Nei, einmitt, af því að ég nenni ekki að hafa skoðun á þessu, sko, og nenni ekki að kynna mér þetta, og veist, og ég Það er 90% þjóðurinn sem nennir ekki að hafa skoðun og það er voðalega þægilegt bara að Já, sópa allir undir teppið og bara segja bara, ég veit of lítið til þess að vera að rífa kjaft. Ég er búin að reyna þetta, en það endur svona í 2 daga. Já. En hvað er að frétta annars af Jónínu Ben og Gunnar in the Cross? Við erum bara góð. Er það ennþá þessu ástfangdir úlingar bara? Já, líkalega fyrir það í tegunar á mörgum maður. Já. Það má ekki. Ástin og óvinni. Það eru margir sem að... Þetta hefur verið dýrkeypt. Það ekki? Já, það er ekki þess virðið, sant? Gettu. Hann er náttúrulega mikið jólabarn væntanlega, hann er svo trúaður. Já, Gunnar er bara rosalega rólegur náungi og svona... Hann elskar friðinn, sko. En hvernig er hann? Því að maður náttúrulega bara, maður mynda sér ákveðan skoðun á honum. Er þetta svona gæi sem er kannski fyrir PlayStation eða fæ sér bjóri eða hvað skilur við með strákunum? Nei, þú getur alveg gert því. Hann er ekkert að þrýsta niður 2 köldum yfir leik? Nei. Það minnur það. Minn, hann lætur allt slíkt vera. En þú veist, hvað, fer hann í keilu eða eitthvað? Nei, við erum mikið bara út í náttúrunni og að ganga og hann fyrir í sund á hverjum degi. Já. Fær hann þig til að hlæja, Jónína? Fær hann mig til að hlæja? Já, er hann fyndinn? Já, hann getur verið það. Nei, það ekki. Við erum með okkur langað svo að fá hana því að nú styttist í jólin og svona. Já. Nennir þú að leggja inn gott orð fyrir okkur? Já. Og við ætlum að fá hann til að koma í kannski spjall við okkur, sko. Það segir ykkur, Gunnar er alltaf til í að tala við gott fólk. En það ekki? Jú. Ég er nefnilega, sko, það síðast sem ég nefndi nenna held ég bara á Íslandi væri að rífast við Gunnar í Krossun. Það er ekki hægt. Það er að þrasa við hann í hvaða sjónvarpsútsendingu, manni líður alltaf bara svona, já, ok, þetta er yfirleitt búið. Hvernig er það þau eru að rífast? Vinnur hann? Við rífumst ekki. Nú er hægt, þetta segja allir, Jónína. Nei. Það rífast allir. Er það sniðugt, Jónína, að skrúpa sér bara allir teppi og svo springur þetta í andlitið á ykkur? Meðan hann skilur hlutverk hvenna þá náttúrulega rífast við ekki og ég ræð bara. En veistu, sko munurinn á að rífast við konu og keppi í lottóinu er sá að það er möguleika að vinna í lottóinu. Ég er alveg sammálað, þið bara muna þetta strókum. Já, það er langt best. Ekki við konu. Nei, það er bara vesen. Alveg örugglega ekki við mig. Nei, ég myndi ekki nennan því heldur. Þannig að þú ætlar að leggja inn gott orð fyrir okkur að fá Gunnar í þáttinn og ert ekki að flýja land. Nei, ég bara lofa ykkur að hann kemur. Þarna heyrið það, kæru hlustendur, Jónína Ben og þau eru ekkert að flýja land og þetta heyrið fyrst hjá FN9 Blöð. Takk æðislega fyrir að svara okkur. Haldið þið áfram að vera skemmtilegir, það ekki veitir af. Ég segi það. Skvísa. Vá, hvað segir þau? Ég segi takk fyrir það, Skvísa. Já, þið eru frábærir. Herru, takk og afsakaðu skildum tröflafundin, leinifundin. Já, ok. Ok, bye. Leinifund, Sveppi, hvaða fund heldur hún hafi verið á? Ég held hún ekki bara nefnt að segja okkur hvað hún var að gera. Hún er bara að hitta eitthvað fólk, skilu. Já, bara kalla það fund. Já, og í staðin fyrir að segja okkur hvað það er, bara þetta er leinifundur. Ég er á kaffi að Róma hérna með henni Sísi í vinkonu minni. Já, og í staðin fyrir að vera að segja það og nafngreina einhvert á segja fólk eitthvað svona. Leikurum eftir! Ég er bara með góðu fólki, skilum, maður segir ofta. Ég er bara smá fundi. Já, maður hikar ekki við að kalla þetta fund. En allavega þá hérna ætlar Gunnar í Krossinum að koma til okkar. Það er hins vegar bara komið að lokum hjá okkur í dag. Já, og það er nú ekki leiðinlegt að enda þetta á lagi sem að við sömdum félagarnir. Nei, herru, það er ekki inn í tölvunni hérna núna. Rábært, þú búið að taka sjómli út úr tölvunni. Nei, það er inn í tölvunni. Það er inn í tölvunni. Það er óseint um að setja það á núna. Nei, býttu, ég gæti gert þetta svona, farið hérna inni, gert þetta svona, býttu, ef ég næði þessu þá er ég snillin. Þetta er svo dæmt til að fara úrskeiðis. Má ég sjá? Nei, ok. Hvað ætlar að gera í þessu hérna krull
Sveppmenn. Herðu, takk aðeinslega fyrir hlustunum í dag. Við sjáumst heyrumst á morgun vonandi. Þá verð ég með gestastjórnandi eins og alla miðvikudag. Og það er hún Anna Svava sem er að mínum að þeim fyndnasta kona Íslands. Og við ætlum meðal annars að hringja í fólki sem afsveinaði og afmeyjaði okkur. Þannig að það verður áhugavert. Heyrumst á morgun. FM 957 í desember. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 á dag fram að jólum, opna glugga í jóladagatali FM 957 og gefa hlustendum veglega vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Joe Boxer, gjafabréf frá tískuversluninni Saints Kringlunni og Saints Smáralind, bókina Ripley's Believe It or Not frá Sögum útgáfu, gjafaaskja frá Maybelline snirtivöru, DFT-myndir frá Samfilm og inneignir á filma.is. Allir vinningshafar fá einnig fylltar skeljar og pippmóla frá Nóa Sirius og Egils Malt og Appelsín frá Ölgerðinni. FM 957 er jólasveitnin þinn í desember. Hó, hó, hó og hó! Viltu vera hrókur, alls fagnaðar og bjóða alltaf